Sondaklúbbarnir á Akureyri í samstarfi við Jafnréttisstofu boða til hádegisfundar á Hótel Kea á laugardaginn næsta en tilefnið er alþjóðlegur baráttudagur kvenna 8. mars. Nú er hann haldinn og hefur verið haldinn hátíðlegur í meira en öld og þið voruð að stofna fyrsta femínistafélagið í Menntaskólanum á Akureyri árið 2014. Hvað kom til? Já, hugmyndin var bara svo að það voru það voru rosa margir skólar búin að stofna femínistafélag, þannig að okkur fannst bara skrítið í raun og veru að það væri ekki femínistafélag í Menntaskólanum á Akureyri. Og já, síðan var bara tilgangur með félaginu einhvern veginn að gera virkari umræðu, að nemendur séu meðvitaðri ójafnrétti. Nú heyrði ég af könnun sem var gerð á meðal framhaldsskólanema fyrir sunnan í Reykjavík og þar kom fram að viðhorf til feminismans væri neikvætt. Kunnið þið skýring á því? Já, það sem þetta er oft talað um svona öfga feminista og öfga þetta, en sem er rosalega skrítið að segja út í jafnrétti náttúrulega getur alltaf gengið út í öfgar sem, já, en ég veit ekki alveg hvernig þetta þróast svona. Nei, það er nú bara voða leiðilegt. Já, þess vegna vildum við einmitt stofna félag til að hindra þessa neikvæðu umræðu. Þannig að það er í þessu eins og svo mörgu öðru að það er fræðsla og upplýsingar sem gilda. En við höfum verið þá að tala fyrir daufum eyrum eða hvað? Hvað segir þú, Tryggvi? Þú ætlar að halda erindi þarna laugardaginn. Hvernig snýr þetta að karlmönnum ef þú ætlar að vera fulltrúi þeirra hérna núna? Já, ég ætla að vera það. Í fyrsta lagi þá langar mig til þess að óska ykkur til hamingju með stofnað femínistafélag. Ég er gamall nemandi í MA og svona klóraði mér í hausnum og hugsaði af hverju ósköpunum tókum við ekki þessa ákvörðun á sínum tíma. Hvernig þetta snýr síðan af karlmönnum, það má hafa langt mál um það. Jafnrétti er í skilningi jafnréttislaga jöfn staða karla og kvenna og til þess að koma á jafnréttisstöðu karla og kvenna þá þarf þátttöku karla. Svo aftur flækist málið vegna þess að jafnrétti er viðfangsefni svo margra sviða samfélagsins. Á laugardaginn ætlum við að fjalla ofbeldismálin sérstaklega og þar er af mörg að taka líka. Heimilisofbeldi, kynbundið ofbeldi, staða karla í þessari umræðu hún er eiginlega ekki flóknari en svo að hún þarf að vera til staðar. Hún þarf að eiga sér stað. Karlar þurfa að tala ofbeldi og þátt sinn í ofbeldi og ég held að svona fundur leitist fyrst og fremst við að kalla til þátttöku. Þú talar þarna ólíkar birtingarmyndir ofbeldis og segðu okkur aðeins meira það. Hverjar eru þær helstar? Í stuttu máli? Já. Það eru auðvitað svona samfélagslega og ég hef kannski sérstakann áhuga á ofbeldismenning. Það er að segja hvernig kallar normalisera eða láta sér í léttu rúmi liggja skírskotanir til ofbeldis almennt. Hvort sem það er í íþróttum, kvikmyndum, í samtali sín á milli. Það er eitthvað sem við höfum ekki talað sérstaklega. Síðan, ef við tölum kynferðisofbeldið, þá aftur flækist myndin vegna þess að við þurfum að taka þar til umræðu klám og klámmenningu. Og ég bara hreinlega treysti mér ekki til þess að ræða það í stuttu máli. En þá endurtek ég það sem ég sagði áðan að það er bara svo mikilvægt að karlar komi að samtalinu. Segðu mér einmitt það, hvernig eru strákarnir í menntaskólanum að koma inn í femínistafélagi? Samkvæmt mjög óformlegri talningu sem ég framkvæmdi daginn þegar voru 230 meðlimir, núna eru reyndar 300, þá voru cirka 20% karlar. Og það er alveg auðvitað myndum við vilja fá fleiri, væri auðvitað skemmtilegast ef þetta væri 50-50 Það er bara voða skemmtilegt einmitt að heyra hvað strákarnir í menntaskólanum eru sumir ófeimnir við að segjast vera femínistar. Heldur að sé ekki einmitt mikil akkur að fá strákana þarna inn
til þess að þeir óttist ekki þetta orð? Bara feminismi eitthvað sem mikið hlaðið orð. Jú, algjörlega. Við náttúrulega með 2 stráka í stjórn eða sem stofnendur. Og já, það væri náttúrulega frábært að fá bara fleiri stráka inn í félagi. Því bara spennum við auglýsa það meira. Auglýsa félagi. Við erum að fara að halda bíókvöld, bara í kvöld. Til að sýna myndina Misrepresentation sem fjallar sem sagt hvernig konur sýndar í fjölmiðlum í Bandaríkjunum. Og við ætlum að vonast til að fá bara sem flesta á það. Er það eitthvað efni sem þú kemur inn á, einmitt staðalímyndir kvenna í auglýsingum? Ekki sérstaklega á laugardaginn, en það auðvitað viðfangsefni jafnréttismála. Það til dæmis ákvæði í lögum sem segir að ekki megi auglýsa þannig að öðru kyninu sé einhvern veginn mismunað eða því til minnkunar það myndmál sem birtist í auglýsingum. Og ég kannast þessa mynd akkurat og hún flott umfjöllun akkurat þetta hvernig við lifum í svona fjölmiðlasamfélagi sem stöðugt að birta þessar myndir og það svolítið erfitt að takast á við það. En það gert með því að fjalla það og auðvitað á fjölmörgum stöðum og það frábært að það tekið til umræðu í menntaskólanum. En þetta umræða, jú, hún verður á laugardaginn en það þarf að halda henni stöðugt á lofti til þess að það náist árangur. Alveg stöðugt og ég get ekki lagt nægilega mikla áherslu á það ekki nóg bara að sýna henni áhuga. Það þarf virkilega að ýta fjármunum inn í þennan áhuga til þess að við byggjum á rannsóknum og niðurstöður rannsókna séu leiddar með einhverjum krafti en ekki stöðugu spjalli. Það gengur ekki.